Íslendingur sem sérhæft hefur sig í rafmengun telur að hún valdi bæði mönnum og dýrum heilsutjóni. Hann segir að aðgerðir gegn rafmengun hafa útrýmt skæðum dýrasjúkdómi. Björn Þorláksson. Hér sjáum við Brynjólf Snorrason á störfum en hann hefur með árumyndum og öðrum mælingum rannsakað rafmengun á Íslandi áratugum saman. Hann sér nú mælingarnar sem standa yfir á Norðausturlandi en þar hefur mikill fjöldi fóstra í sauðfjárbúskap farist fyrir. Brynjólfur telur sig hafa ígildi sannana fyrir því að rafmengun ógni víða heilsu bæði manna og dýra og bendur sem dæmi á samhengi sem fundist hafa á milli kampýlóbaktería í kjúklingarækt og rafmengunar. Í Reykjagarði, þar gerðum við það þegar hún fór hér víða kampýlóbakterían og unga döði mikill, þá fórum við og gerðum sem sagt breytingar á húsunum og náðum kampýlóbakteríunni, útrýmdum kampýlóbakteríunni og jukum vaxtarhraða og minnkuðum unga döða. Brynjólfur hefur meðal annars starfað að rannsóknum sínum í þessum gámi hér og hann segir mjög mikilvægt að rannsóknum verði haldið áfram. Hann hefur sjálfur komið í hús þar sem saga er krabbamein og fósturlát og hann segir greinileg merki þess að rafmenguð hús leiði af sér mjög vonda hluti. Fólki líður illa, það eru síendurteknar sýkingar, það eru pestar koma hart niður, fólk sér þetta aftur svona einkennin eru líka aftur í húsinu, það eru bilun á tækjum, bilun á ljósaperur að fara, mikil ómyndun. Eftir stendur að hann telur afar mikilvægt að vísindasamfélagi standi saman og pólitískur vilji skapist til að ráðast á vandann af fullri alvöru.